Góðan daginn, kæru vinnir, og velkomnir. Það eru gaman hjá okkur í dag, eins og alla hérna dagana sem við höfum fengið að njóta náðar drottins og það sem hann vil gera fyrir okkur í þessum degi, og við höfum fengið að kynnast því að það er nú gott og göfugt sem hann gerir, en það einski sannast á vænta á þessari átt sem er kærleikur út í gegn og veit ekkert nema kærleikan og hugsar í kærleikanum daginn út og daginn inn. Og þetta er hvatningin sem hann vill að ég blíni svolítið á og tali við þá sem að heyra. Þetta er verkefni hins kristna manns, það er einmitt að vera á þessum stað kærleikans með sér sjálfan. Og það er eitthvað bara sem maður velur. Eins og með allt annað í lífinu, þá velur maður þetta eða hitt. Maður velur eitt og annað fyrir sér sjálfan og þannig er þetta blessaða líf okkar. Það verður aldrei með neinum öðrum hætti en mínu eigin vali fyrir mig sjálfan. Það getur vel verið að menn vilja hafa þetta einhvern veginn öðruvísi, en endilega segi ég mér hvernig við getum haft þetta öðruvísi, því að önnur leið allavega eins og ég sé hana er bara ekki til. Þetta er það sem Drottinn hefur sagt, þetta er það sem hann er að gera og þetta er eitt af kærleiksverkunum hans sem ég sé. Það er þessi algjöra frelsi einstaklings með verk og annað. En að því að kom syndin í heiminn, að þá vandaðist valið heldur betur. Og núna erum við með vissu gott og illt, ekki eins og Adam sem þekkti ekkert nema það góða. Þannig að hann hafði ekkert val og það sem að valdi var gott og gat ekkert verið neitt annað, því að þú velur ekki það sem þú veist ekki uppni niður í, þannig er það. En við erum aftur á móti með þessa valkosti og þurfum að velja í hvað átt við förum, og það er ekki verra fyrir mig og þig sem eigum trú, höfum náð miskunn trúarinnar, að við gerum þá verk trúarinnar og fræðum okkur í orðinu, leyfum því að tala til okkar og eins og það vill gera, og það vill tala til okkar hverjum degi, og Drottinn sjálfur vill gera það sömuleiðis og hann notast alltaf við sitt orð þegar hann tala við okkur. Þannig að þú getur alveg þekkt þessa rödd 100% sem að segir ýmislegt við þig. En þú gerir það ekki nema því að þú ert vel aðir orðið í orðinu. Þetta verður að haldast í hendur og þar erum við aftur komnir að lykilatriði sem er mitt framlag að þessu leyti. Já, ég þarf að gera helling. Ekkert í sambandi þó við frelsunin eða trúnaðin eitt það, heldur að vera á þessum stöðum þar sem ég uppfræði sjálfa mig trú. Það þarf ég að gera. Og allir sem til þekkja og vita hvað máli snýst, vita líka að þetta er ekkert endilega léttasta vinna sem þú verið í. Þetta getur verið bara hellingsstreð við að fræða sig í trúnni vegna þess að það er svo margt sem að gerist, það er svo margar sveiflurnar sem við erum að takast á við í okkur sjálfum og við spyrjum, býtu hvað er trúin núna? Við erum að benda á trúna þegar við ættum í raun og veru að benda á ástandið á okkur sjálfu. Þetta er eitt lærdómur sem að kemur með tímanum þegar við förum að fást betur og skilja betur hvað trú er. Og koma svona alls konar þættir upp sem að eiginlega beina öllum fingrum að einstaklingunum, að mér, og þú gerir þetta með þig sjálfan og bendir því á sjálfan þig. Þetta er liðið, má segja, sem að þarf að vera vel að sér í orðið Guðs til þess að skilja orðið betur. Og þá líka heyrir og rödd, hann er nú bara með mannin, hann heyrir alls konar, sumir heyra kannski ekki rödd Guðs en heyra samt eitthvað rödd. En þú getur alveg verið 100% viss með það sem þú ert að heyra, því að þegar Drottinn talar, þá talar hann alltaf út frá orðinu. Og hann talar út frá því sem þú veist úr orðinu, því hann sér hvað þú ert með á orði í þér. Hann veit allt og veit líka
hvar þú hefur verið að takast á við orðið. Þetta ekki merkilegt, en þetta það sem að trúin að kenna okkur, þetta það sem trúin að segja við okkur sýnt og heilagt. Þetta það sem hún veiklast ekki í að fræða okkur því þetta partur af því að vera á þessari göngu með Jesú Kristi. Við vorum með honum í gær, vissulega. En svo sofnuðum við í nótt og við fengum að vakna inn í nýjan dag. Það var bara allt annað viðmót og allt annað umhverfið kannski sama, en allt annað viðmót og ég veit ekki hvað sem mætir okkur. Og þetta verðum við að glíma við. Og við glímum við þetta með aðstoð trúarinnar sem allt í öllu. Allt í öllu vegna þess að við viljum að hún sé allt í öllu. Þarna kemur aftur að mínu vali sem vel þetta fyrir mig. Og akkur ég að velja þetta fyrir mig? Vegna þess að ég hef góða reynslu af þessu. Þetta gott fyrir mig að gera þetta með þessum hætti. Með þessum hætti þá koma líka þessar lausnir sem við öll þráum fyrir okkur. Lausnin felst í að leyfa trúnni að vinna sín verk í okkur og sumpart fyrir okkur. Já, og fyrir okkur kannski alveg. En við verðum að leyfa henni að gera þetta, og til þess að við áttum okkur á þessu hvers vegna, þá þurfum við líka að vera vel að okkur. Eins og bara með allt annað sem þú gerir, og þú veist það sjálfur og sjálf, og það ekki verra að vera vel að sér í hinum og þessum verkefnum. Bæði verður það margfalt léttara og leikandi létt þegar þú skilur hvað máli snýst og kannt að vinna með þau verkfæri og tæki sem þú ert að nota, og það má alveg segja það að trúin mín sé svona viss tæki sem ég lærið að nota, og ég fæ upplýsingar þetta verkfæri og tæki, ef við viljum kalla það, upp úr orði Guðs, Nýja testamentinu einkum og sérilagi. Og þetta fær að fræða mig og skilningu minn vex, og ég ekki í neinum vafa þegar Drottinn talar. Þetta nú ávöxtur trúarinnar fyrir mig, og ég bið það að þessi sami ávöxtur eigi við þig. Ég bara bið Guð það endilega, hann gerir þetta að verkum að þú vitir hvernig hann að tala. Þannig að þú þarft ekki að fylla stefa, tortryggni og einhverju öðru þegar þú heyrir eitthvað frá Guði. En það margir sem fara þá leið og hlaupa í símann og spyrja eitt og annað sem að kannski fáfróðari manneskjur að svara, og svarar þó einhverju, tómur í vitleysu líklega. En þú þarft ekki að fara þessa leið. Vertu bara vel að þér, og Drottinn minn hjálpa þér við að vera vel að sér. Og við tölum það að kirkja Guðs sért hver? Þú. Og kirkja Guðs allt sem hann gaf niður. Það ekki rétt? Jú, hann gaf allt niður í kirkju sinni. Við verðum bara að gera svo að draga hring utan okkur sjálf. En þessi kirkja, hún lifandi, já hún lifandi, Drottinn segir hann að vera lifandi. Hún býr í lifandi líkami, hún býr í lifandi anda og sál. Og þú ert þessi sál og andi. En þú ert líka meira, þú ert miklu meira reyndar, þú ert vitsmun að vera. Þú getur lært og þú getur numið og þú þarft að læra og þú þarft að nema. Þannig með okkur öll, þegar við fæðistum og fyrir svona að vaxa og dafna, þá veitum við nósku fátt. En svo vex þekkingin að því að lifa. Já, bara með því að vera til, þá vex viss þekking. Og svo bætum við ofan í hana meiri þekkingu sem kemur utan frá, og það kannski í gegnum skólakerfið og allt það góða dæmi, og við verðum læs og skrifandi og reiknandi og allt saman það, og að því að við erum læs þá getum við lesið Biblíuna, og við gerum það og viljum fræða okkur í henni minna en meira, já fyrir meira en minna ætla ég nú að segja, en sumir vilja reynda að fræða sig minni en meira, en ætti að snúa því við, og sumir líka gera það, og sumir heyra þessi orð og þeir hvetjast af þessum orðum og gera meira en minna, og svo framvegis og framvegis. Allt þetta svona ávextir sem kom upp seinna. Þú gerir aldrei of mikið í orði Guðs. Þú gerir aldrei of mikið í trúnni. Ef þú gerir mikið í trúnni, ef þú gerir mikið í orði Guðs, þá verður ávöxturinn bara meiri.
Þannig það alveg pottþétt mál að þetta er alveg samspilandi þættir. Því að það má alveg hvetja menn einmitt til þess að vera á þessum stað að ávöxtunum sé mikill. En það gerist ekki nema þú takir til hendinu, brettir upp ermar og hefjir verkið. Hvort sem það að lesa í orðinu eða biðja eða hvað sem það þú þarft að hefja verkið og þú þarft að fá eitthvað skilning á því, því að þegar skilningurinn er komin og þetta þekkjum við bara á lífinu, þá verður þetta svo miklu skemmtilega. Og vissan er komin upp, og þú ert með fullvissu eitt og annað í Jesú nafni sem gerist bara. Því þú ert bæði að biðja það og þú ert að sýsla við það. Þá bara gerist eitthvað. Gerist það sem það á að gera. Þú gerir bara þitt reyndar og svo bara tekur Drottinn við því og hann lætur það gerast. Og það birtist þér í einhverju mynd sem að þú áttir ekki vona á eða áttir vona á en þó ekki, en allt í einu stendur þú frammi fyrir því og þú getur sagt því sjálf, hei, þetta vegna þess að ég var að biðja, ég var að gera þetta og hitt í Jesú nafni. Svona mætir Guð okkur að hann að leyfa okkur að sjá að hann að bjóða út ákveðin verk og hann að sjá þig fara í verkið og hann vil blessa þig með því að leyfa þér að sjá verkslokin. Og þau geta verið margvísleg. Þú ert kannski að biðja fyrir einhverjum manneskju sem þú veist að í nauðum. Margir fara glannarlega út á víðavangi og svo kemur brjála veður og þá kannski þarf að ræsa út lið til þess að ná í það og þú kannski ferði að biðja fyrir manneskjunni. Ég hef gert þetta og ég hef fengið svar. Svo allt í henni sérðu hérna árangur að því. Og þú segir, hei, Drottinn bara sýna mér árangur að því sem ég var að gera. Ég á til nokkrar svona sögur, að vísu ekki nýlegar, en þeir tímar voru í mínu lífi að ég bað sennilega þrefalt meir en allir aðrir. Ég bað allan rosalega mikið og ég var að biðja fyrir öll og engu, hverju ég var ekki að biðja fyrir, ég bara manna það ekki. En það voru alls konar þættir og alls konar svör sem ég var að fá frá ýmsum aðilum sem að ég veit engin skil á, sá þetta í blöðum, heyrði þetta í fréttum, sá í sjónvarpinu myndir og ég sagði, vá maður, þetta bara bænasvör út allt. Þeir tímar voru í mínu lífi þá, en þessir tímar ekki í mínu lífi núna vegna þess að ég í allt öðru embætti heldur en ég var þá. Þegar ég var á þessum tíma að gera þetta, þá var ég, eins og ég oft talað einn með mína trú og Drottinn mætti mér bara með þessum hætti. Því að ég hélt alltaf áfram með mína trú þó ég væri að gera það sem ég var að gera og þó ég hefði engan svona samastað í öðru fólki hvað trú varðar. Og ég man alltaf hvað mér hlakkaði rosalega mikið til þess að eiga svona samfélag og ég vissi ekkert þarna sem ég var og á þeim tíma allavega svona lengi vel þá átti ég ekkert von á því annað en ég bara ílengdist þarna og bara inn í mína vinnu þarna til enda. Þannig séð nú maður komin á aldur og ég hefði líka komist á aldur þar og kannski það stóð aldrei neitt annað til heldur en að bara búa þar áfram. En það var ekki og ég fór suður og eignaði samfélag, nótt samfélag og það hefur verið alls konar sem hefur gengið á með það. Þannig að ég sakna hins ekki, en þetta voru svolítið samt spennandi tímar. Ég var nú að viðurkenna það og svo allt í einu, ég upplifði þetta nú aldrei sem köllun á þeim tíma, en seinna fór þetta vakna að þetta sem ég var að gera þar, sem var einkum og sérlega að biðja alveg stanslaust sko. Það var bara köllun mín á þessum tíma og bænheitins þvílíkur að bara fjöll færðust úr stað svona innan gæsalappa. Og ég var að sjá þetta aftur og aftur eins og ég var að segja á þenni í gegnum fréttir og ég veit ekki hvað. Og stæðsta, ég veit ekkert það, ég man alltaf eftir því þegar dráttarbáturinn fórst þarna ég man aldrei hvað, Hellisvíka, ég man ekki hvað hún heitir. Og það var þarna því miður manntjón og það var alveg brjálaður, ég man eftir þessu veðri og ég vissi af þess að þetta var að gerast þarna og
það voru þvílík átöku í veðrinu að maður hefur nú bara sjaldan séð annað eins og ég bað alveg eins og ég veit ekki hvað og svo fer ég bara að sofa um miðnætti sem ég gerði nú vanlega á þessum tíma og svo vaknaði ég maður og horfa út um gluggana, hella mér á könnuna og hvað sé ég? Þyrlu kom upp fyrir gluggan minn, eldhúsgluggan bara rétt hjá mér og svo aðra. 2 takk fyrir. Og ég fekk svo fréttirnar seinna, í hátíðinni eða hvernig það voru fluttar og þá kom það að ljósa að þessar þyrlur, þetta voru amerískar þyrlur, þá var kaninn ennþá á vellinum og hérna var ekki farið þá, er þetta fyrir 2000 og þeir höfðu sem sagt komið bjargað þessu, þeim sem bjargað var þarna borði í þessum ágæta báti, dráttarbáti sem fórst og það var alveg, þeir vissi ekkert hvar þeir voru flugmennirnir og þetta eru klárir strákar og allt í einu kemur gat á skýin og það hann sér að það er eitthvað byggð undir, hann steypir sér inn í þetta gat og í gegnum gatið og þar stendur heima, þetta er Norðfjörður sem að þeir eru sáu og lendu og þeir lenda þarna á plani þarna rétt þar sem ég bjó og fóru með manninn á sjúkrahúsið og dvöldu þar á nóttina, lögðu sig einhverja tíma og svo þegar ég kem þarna morgunin og þá sé ég þessar þyrlur fara upp. Þetta var ekkert annað en bænasvar og allur aðdragandi, ef maður voru að lesa aðdragandi þá sá maður að þetta var bara bænasvar. Þannig að Guð heyri bænir, hann heyri mínar bænir og ég lofa þér því að ég er ekki hærra skrifaður í honum en þú og ekkert lægra heldur. Við erum bara jafnir á jöfnum basis hvað þetta varðar en svona var það í þessu máli og svona var þetta í fullt af öðrum málum. Þetta gefur þetta manni trúar vissu og bæna vissu. Þannig í dag er ég nú ekki, ég bið náttúrulega alveg svo hestur, en ég bið, er ekki, svona, ég eiginlega bara nefni bænina við hann. Svo mann ég bara bænina og ég segi að þetta er ekki, ég var nú að biðja fyrir þessu. Ég gera þetta svona, ég veit ekki hvernig þú gerir þetta. Ég hef nú gert þetta svona, ég er ekki bara á njánum fyrir einhver einu bænarefni alveg svoleiðis bara, hann til að maður svitnar á skallanum. Ég veit ekkert hvernig menn gera og ég er ekkert að gera lítið úr því hvernig menn gera. Það getur vel verið að margir biðja alveg tímum saman á hverjum degi og það er frábært. Ég er bara að segja það hvernig ég haga þessum málum. Og ég má alveg gera þetta svona því að minn Guð er stór Guð og ég held að sé heldur ekkert gleymin Guð. Ég hef ekki orðið var við það að vera neitt sérstaklega gleymin en ég get aftur á móti gleymt. Og ég er nú farin að reynda fyrir margt löngu, ég er nú farin að biðja hann um að minna mig nú á. Og hann hnippir í mig, hann gerir þetta alltaf. Þannig að ég er alveg rólegur, en samt gleymi ég nú stundum og allt það. Kannski vegna þess að ég var ekki að biðja hann um að hnippa í mig, það er mögulegt, já. Þegar mín reynsla er nú bara svo að þú biður hann um þetta, þá gerir hann það. Trúir þessu? Þetta trúir þessu því að þú átt til trú. Þú skalt bara reyna þetta ef þú trúir þess ekki og vittu til, hann gerir þetta. Hann elskar að gera alls konar góðverk fyrir okkur og þetta er ekkert annað en góðverk. Því ef þú ert að biðja um eitthvað, þú þurfur að muna eftir einhverju, þá er það vegna þess að það er kannski svona uppundið það að vera mikilvægt. Eitthvað sem þú vilt gera og vilt alls ekki gleyma, en svona þekkir sjálfan það vel að þú gætir alveg gleymt því. Hann segir móðir að hann gleymi engu, gleymi aldrei, þú getur beðið hann alveg bara markvisst og hann gleymir því ekki. Hann segir að móðir gæti gleymt barninu sínu sem hún er með á brjósti og það er alveg mögulegt að það geti gerst. Ég held að það sé samt rosalega erfitt að gleyma barninu sínu sem er að þar næringur brjóstinu fyrir konuna en það er nú samt þannig að það gæti alveg gerst. Hann tekur þetta dæmi að þetta er svo ólíklegt dæmi að gleymist en segir auðvitað leið að gæti gleymt en hann segir ég gleymi engu. Alveg saman hvað það er, ég gleymi því ekki. Auðvitað er hann að hvetja mig og þið til bæna og hvetja okkur til að treysta sér og svo er annað sem við þurfum líka að ígrunda
það er það að, sem er þá mikilvægi þess að vera vel að sér orðinu, því að þetta kemur allt fram í orðinu þegar þú fer að skoða það, pæla í því og svo framvís, þá veistu hvernig Drottinn vinnur, þú veist að hann bænheyrir, en þú veist aldrei tíman á því. Og það er líka mjög mikilvægt að vita þetta, því að þetta getur byggt upp í manni þessa mikilvægu þolinmæði sem að tekur ekki fram í fyrir hendurnar á Guði. Ef þú veist ekki þetta og það líður og býður án þess að þú fái bænasvar, þá gæti komið upp þessi óþolinmæði, og það er óþolinmæðin og ekkert annað sem grípur fram í fyrir hendurnar og lifandi Guði. Aftur komum við að því sem við erum ofta að tala hér og margir aðrir gera líka, það er að vera vel að sér, þekkja þessi fræði vel og betur en minna. Nú þú sérð, ef þú ert að fara þessa leið, og ég veit þú ætlar að fara þessa leið og hefur verið að fara þessa leið, þetta er ekkert annað en bara hellingsvinna að vera í þessu dæmi, þessu trúar dæmi. Það er ekki til nein léttar leið frá þessu trúardæmi ef þú vilt fá allan þann ávöxt sem trúin vill gefa þér. Og þú segir það að því að þú ert búin að vera þarna megin og tekið þessu alvarlega að ávöxturinn er oft ríflegur. Það er ávöxtur af þessu. En ef þú ert með hangandi hendi við þetta, þá verður ávöxturinn kannski bara, kannski framan á fingri, eitthvað svoleiðis. En gæti komið til þín í sekkjum. Bara því þú varst að rækta þetta og stunda þetta og varst viljugur og viljug til að gera þetta. Það er nefnilega þetta sem við þurfum að eiga. Ef við erum í trúnni, þá fáum við líka að vilja upp til að gera hvað? Vilja Guðs. Með öðrum orðum, þegar þú ert orðin betur að þér, farin að skilja út á hvað þetta betur, út á hvað þetta gengur betur, þá deyr alls konar í þér sem að öðrum kosti verður alltaf bara veggur milli þín sem einstaklings og Guðs. Hann tekur ekki fram í fyrir hendurnar á þér, en hann gaf þér eyru sem hann vill að þú heyri með. Hann gaf þér hjarta sem á að geta heyrt orð Guðs og heyrt hann tala sjálfan til kirkju sinnar sem ert þú. Er þetta ekki svolítið svona ankannaleg hugsun að tala sjálfan sig sem kirkju Guðs? Ég hugsa að það sé nú fyrir mörgum í dag vegna þess að það er búið að afskræma orðið svo mikið að við erum konið með okkur svo langt frá Kristi, en kirkjan er ég. Þú getur lesið þetta í orðið Guðs. Og hann gaf kirkju sinni heilagan anda. Hann gaf þér heilagan anda. Og hvað þarftu meira til þess að heyri í Guði? Hann notar heilagan anda í þér til þess að tala við þig beint, milliliða laust. En við erum konir upp með allt aðra stöðu og við erum konir með kirkjuna í hús, gert að manna höndum, en eru búin að breyta hlutverki hússins. Það er samkomu íverustaður trúaðra mann og kvenna. Kirkjan, þú og ég, saman kemur í þessu húsi sem einstaklingar. En húsið er hvorki gott eða vont. Þú ert þar sem kirkja Guðs, ég er þar sem kirkja Guðs og allir hinir líka er saman komin í þessari byggingu. Þannig að kirkjan er ekki byggingin sjálf. En við erum búin að gera kirkjuna húsið að kirkjunni og hún er svona í okkar skilningi kirkjan, en þú ert það. Og þetta held ég að frumkirkjan hafi verið með nokkuð á hreinu svona fyrstu aldirnar. Og það hafi verið stórmerkilegt tímabil, þessi frumkirkja á sínum tíma, stórmerkilegt tímabil. En þar, ef þú skoðar það mál betur, sem ég stundu verið að tala um hér, að þá var alls konar uppi þá. Og það, ég man alltaf eftir því að þetta var mér svaka léttir því ég fór að sjá að þarna innanum var bara fullt af mér og þér.
í alls konar ástandi. En samt var þangin þannig að kirkjan, hún var bara út á götunum. Með öðrum orðum, fólkið var þar að boða alveg lón og dón, og ég var einmitt að hugsa það með þetta, það er alveg frelsust menn til hægri, menn og konur til hægri og vinstri. Ég fór nú að hugsa það að líklega, á þess ég viti það, hafi fólki sem frelsaðist þarna á götunum bara tekið þátt í starfinu með þeim. Og þess að vera að klóra sér í haustum og pæla í þessum hvað það nú gerst, það bara vatta sér með hinum og bara tók þátt. Nú er ég þetta bara að hugsa upp að. Ég geti alveg trúið að það hafi verið þannig. En þetta var allt þarna út á götunum. Viljum við þetta aftur? Þetta er náttúrulega bara, mér finnst þetta reyndar að vera heimskulegt að tala svona vegna þess að það verður aldrei svona aftur. Ég sé ekki að það geti gerst að það verði svona aftur. Þannig að við erum með annan stíl á oss í dag og það er líka allt í lagi. Aðalatriðið er að ég líti á sjálfa mig sem kirkju Guðs. Og ég er dáinn sjálfur, mér orðið kennir það, og ég sé þó hvað Drottinn vill með þessa kirkju Guðs, kirkju sína, sem sagt mig. Og þetta getum við öll sagt. Og þá erum við komin á allt annan stað með okkur sjálf. Og þá erum við kannski komin miklu nær frumkirkjunni en við höfum nokkuð tíma verið. Þegar ég lít svo á að þetta fólk, til að byrja með, hafi litið á sjálft sig sem þetta. Þú sér það að þeir eru lengi án þess að vera með þannig sé neitt stað. Þeir komu saman í heimahús og átu og borðu og brutu brauð og allt saman. Það hafa gert í heimahúsum. En svona stað sem við köllum samkomust, það virðist ekki hafa verið. Það síðan breyttist. Mér er sagt að það hafi breyst eitthvað 3 öldum síðar, 300 árum síðar. En þetta hafi verið með þessum hætti í 300 ár og það er í raun og veru stór merkilegt að heyra. En þetta gerðu blessaði kallarnir og blessa fólkið og þetta er enn í gangi þannig séð, þú sem einstaklingur ert kirkja Guðs. Þetta er stór merkileg hugsun finnst mér að tala einstakling, manneskjuna mig og þig sem kirkju Guðs. En þetta skilst allt betur þú fyrir að skoða það mál svona ögn nær þér, því að þér er gefin heilagur andi. Takk eftir því, þér er gefin heilagur andi og hvað meira, þér er gefin trú og þér er gefin skilningur og orði Guðs. Og ég spyr nú bara á móti, hvað þarf kirkjan annað en þetta? Við sjáum mikilvægi þess að hvert og eitt okkar höfum skilningin okkar á hreinu. Og við höfum verið að tala um það oft hér, að hann kemur þegar þú gerir þessi verk. Þú sem einstaklingur verður að gera þessi verk sjálfur. Samfélagið er í frumkirkjunni, við sjáum það, þeir brutu brauð saman og allt saman það og mötuðu saman allt saman það. Það var þeirra samfélag. Við erum með þetta samfélag ennþá, en höfum breytt svolítið svona hugsunin það. En þegar við komum saman, þá skulum við vita að við erum þessi kirkja Krist sem einstaklingar. Það hefur ekkert breyst. Það er ennþá þannig og veist akkur að því Drottinn hefur ekkert breyst og hann talar með þessum hætti. Sem er stór merkilegt að skuli vera. Þess vegna vill hann alltaf færa okkur aftur til orðsins síns og það er stafkrókur fyrir þessu í orði Guðs. Heldur betur. Þetta hefur verið það sem hann hefur alltaf sagt því að sveimhuginn ég, segðu þetta með mér, sveimhuginn ég vill fara með mig sjálfan í allt aðrar átt. Og svo kemur upp vondaskapið í mér, ekki í þér, þú búið nú alltaf í góðskapi og þá er nú alls konar í gangi. Og það getur bara farið með okkur hvert sem er og orðið svo svakalegt að ég segi bara það var yfirgefið þetta bara. Er það komið nóg? Á hver? Nóg að hvaða leyti? Erum við þá búin að fá nóg að kirkju Guðs? Erum við þá búin að fá nóg að heilagum anda í okkur? Hvað er orðið nóg allt í henni? Eða var það einhver sem var svona leiðilegur? Var ég ekki bara sjálfur leiðilegur?
Þannig við getum alltaf dregið hringum okkur sjálf og þetta líka eitt af því sem trúin gerir. Hún lagfærir allt þetta og þetta kemur allt upp, því miður verður maður nú að gleðja sjálfan sig með því, þetta kemur nú allt saman upp. En við höfum svar inn í þetta því við þekkjum orðið Guðs orð það vel að við látum þetta ekki lengur bögga okkur svo að við bara hrynjum í götuna og skríðum bara grátandi út. Það er ekkert svoleiðis lengur. Og af hverju? Af því það er ávöxtur á okkar trú. Og hann er mikill og gríðarlega mikill þegar við erum komnir á þennan stað með okkur sjálfa að þetta er uppi í þessum aðstæðum. Þetta er náttúrulega alveg stórkostlegur sigur og þú getur fengið hennar sigur. Ég og þú, við getum fengið hennar sigur en hann kemur aldrei hlaupandi til okkur á silfurfati. Frekar en neitt annað, það er bara í ævintýrunum. Og trúin er ekki ævintýri. Hún er skemmtileg og hún er yndisleg og allt saman það, en hún er ekki ævintýri. Hún er lífið sjálft, hún er veruleikin eins og hann blasir við. Og ekkert minna heldur en það. Það er svona alls konar hugsanir sem gott er að toga upp hjá sér. Og það gerist vegna þess að trúin hjálpar okkur til þess. Orðið staðfestir það og svo birtist Drottinn alls konar hjá okkur, eins og vorum að tala um áðan, hann birtist mér aftur og aftur bara gegnum fréttirnar, það var nú bara þannig. Og hann birtist þér með kannski allt öðrum hætti, en hann birtist þér í kringum þig, eða þá hann talar beint til þín, og hann getur alveg birst í kringum þig í þá einhverju verkum sem að þú getur staðsett einhvað sem þú varst að eiga við og biðja hann um. Svona er Guð. Þetta er sá Guð sem ég hef þekkt í yfir 30 ár. Þetta er svo Guð sem ég veiklast ekki í að trúa. Þetta er svo Guð sem ég vill trúa á og meðan ég er ennþá í þessu lífi hér. Og ég vil að sé meiri ávöxtur af trúni minni heldur en verið hefur og ég veit hvernig þessi ávöxtur kemur. Hann kemur með því að stunda þessa iðju, þessa trú. Og ég verð að gera það, þú verður að gera það fyrir þig, ég get ekki gert neitt fyrir þig nema ég getu þetta frætt þig trúna, en svo er það spurning hvort þú takir við orðið af því sem hér er sagt, það veit ég bara ekkert um. En sértu gaumgjafinn og opinn og heiðarleg trúi manneska, þá tekur við öllu. Og þú finnur hvernig þetta gerir þér gott, þú finnur jafnvel vöxtin verða, trún er ætlað að vaxa. Þetta er næringi fyrir vöxtrúna, það er orðið, það er predikunin, það er kennslan og þetta allt saman með. Og svo ofan í þetta kemur bónus sem heitir samfélag, trúara. Það heitir í frumkirkjunni að þeir brötu brauði saman og borðuðu saman, en í okkur í dag heitir bara, salurinn sem við komum saman í, sem við köllum í dag kirkju. En við gleymum því að við erum þessi kirkja, þetta er mjög mögnuð hugsun, mjög merkileg hugsun að tala um. En við hverfum auðvitað ekkert aftur til fyrri tíma, það held ég sé nú enginn að tala neitt það, en það er alveg svakalega gott fyrir okkur að leiða huga okkar að þessu, hvernig þetta var. Og þegar við skoðum þetta, hvernig þetta var, þá sjáum við líka eldin sem brann í þessum hjörtum. Og ég get lofa því að þessi eldur er enn til staðar og kannski virkjast hann oftar en við höldum, ég veit ekkert um það, en hann er til staðar. Það hefur ekkert breyst. Umhverfið mannsins hefur breyst vissulega og kynslóðir koma að fara og allt saman það, en eldurinn er til staðar af því að Drottinn gaf hann og hann segir sjálfur, ég er hinn sami. Það er svona skilningur á þessum toga sem Drottinn vill skilja eftir hjá okkur og hann veit að þetta kemur að því við erum að rækta okkar samfélagi við Guð. Hann kemur ekkert öðruvísi. Og þetta er allt saman góðar og gagnlegar kennslur sem drífur okkur skrefinu lengra, áfram, fram á við í trúnni. Og hver vill það ekki? Það vilja það allir sem vita um hvað við verðum að tala. Og kannski vekur þetta áhuga einhver sem að þekkir ekki trúna og það er bara besta mál. Þá lofa ég þeirri mannesku, hvort sem er karllega kona, Drottinn byrjar að hnippa í viðkomandi. Og ég óskaði til hamingju með það, því að ef hann byrjar að hnippa í þig,
þá lofa ég þér því, hann hættir ekki við hálfnað verk. Ég get líka sagt sögu að þessu þegar ég var að fara af stað í þessu og ekki enn orðin trúaður að það kom hnipp í mig 4 árum seinna á 5. ári, ekki alveg 5 árum, þá var ég komin til trúar. Og hér er ég að tala til þín í eldi trúarina. Það tók mig 5 ár. Ég var svo sem ekkert að velta trú, ég vissi ekkert hvað trú var fyrir en ég bara allt í hennu gekk inn í hana. En ég myndi alltaf eftir þessu hnippi og ég tala hnipp en það var bara orð sem ég fekk og það fylgdi mér og það fylgir mér endar enn. 35 árum setna, hátt í 40 árum setna. Þannig allt var þetta nú lending til góðs og svona hefur nú þessi blessaða trúaganga mín verið, hún hefur verið bara upp á við allan götur frá því að ég eignaðist trú. Það hefur verið átök og bardagi og alls konar þar á milli, en hver getur ekki sagt sömu sögu sína trúargöngu? Það sleppur enginn. Það er enginn borinn á silfurfati eða í einhverju silfurkörfu lífsins veg. Það er ekki hægt. Það gengur ekki. Það fer ekki saman. Og Drottinn heldur ekkert að bjóða það. Hann býður okkur að reyna hvað lífið sé. Og við vitum alveg hvernig við öðlumst reynslu. Við vitum að við öðlumst hana af því sem við erum að glíma við frá degi til dags. Já, frá degi til dags. Hann er nú trúagangan bæði mín og þín og verður áfram og ekkert öðruvísi. Þannig við sjáum að við erum ekki að baki dottinn, við erum ekki að hætta þessu, við erum ekki búin að fá nóg. Það er nú ekki komið á þann stað ennþá, en við hefum sjálfsagt oft sagt þetta, en við erum ennþá við þetta og það er nú bara styrkurinn. Við hefum ekki ennþá gefist upp. Úr því að við erum búin að vera svona lengi, þá heldur við gefistum ekkert upp hérna. Af hverju? Hvað ætti svona svakalegt að ske að við gæfistum upp núna? Ég sé það ekki. Ég held að það væri bara ekkert. Þannig að við erum á blessuðum stað, við erum kirkja í sjálfu sér og erum með fullta kirkjum í kringum okkur. Ef við hugsum þannig að hver manneskja sé kirkja, þá erum nú aldeilis með marga kirkjur. Ef við komum hins vegar saman á stað sem heitir þetta og hitt, og þar erum við blessuð hvort af öðru, og þar gerist líka alls konar sem Drottinn vill taka á og vera með okkur í og kenna okkur hvernig á að vinna og virka, og það heitir að fyrirgefa hvoru öðru. Svo segir hann annað, elskir hverjir aðra. Þannig við vitum þetta allt, við höfum leiðirnar og þeir sem gera þetta, við megum ekki gera lítið úr því, að þeir nota þessar aðferðir, vistu það? Þannig að það er til fullt af fólki sem bara gegnum gangandi orð. Við getum alveg orðið þetta hvort sig og auðvitað er það stefnan að verða þetta hvort sig og það gerist bara með því að leyfa ávöxtunum að koma fram og ávöxturinn er sáðkornið sem þú sáðir og það getur verið eitthvað núna sem er orðið að sáðkornið í þínu hjarta og þá vertu viss, það kemur ávöxtur. Og hann er góður ávöxtur vegna þess að orðið var að sá sér. Þá kemur alltaf góður ávöxtur af sáningu orðsins. Þannig að það mun ekki koma þér í opna skjöldu, það gengur ekki og verður aldrei með þeim hætti. Þannig að, er ekki komið tíma á þetta. Segjum þetta svo lokið í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.